Hann frændi minn og hefur gert þetta fyrir fullt af fólki. Þetta tekur bara eina kvöldstund og þá það bara búið. Ég skil ekki okkur, við getum ekki bara gift okkur. Við erum búin að vera saman í 5 ár, þetta liggur bara beint við. Æ, þetta stór ákvörðun og þú veist að við pössum ekki saman. Við pössum alveg saman, það bara þessa heimsku stjörnuðin sem segja að við gerum það ekki. Ég búin að segja eitthvað megi og hann eiga lítið sameiginlegt. Sérstaklega þegar Mars ríkjandi í nautunum. Það alveg með það ég vilji tala við þig. Hvað þá gifta sér þegar rennur upp úr þetta bull? Ef að Gunnar segir þetta sé allt í lagi, þá þetta bara ekkert mál. Hann beint tengdur við þetta allt saman. Ef hann segir að það sé ekki í lagi? Já, þá bara ræðum við það. Heimska belja. Hannes! Já, ég var að tala við kúna. Hún sparkaði í mig. Æ, en hvað sér, eigum við ekki bara skella okkur í þetta? Ha, gerðu það? Mér finnst þú ættir að giftast mér, bara þegar þú samþykkja þetta. Já, þú æfið. Hann kemur kl. 9 kvöld, sjáumst heima. Bæ! Þú skilur ekkert í þessu. Bara því þú fæddist ekki í nautunum. Það var nefnilega sæðingamaðurinn sem bjóð þig til. Er Jónas búinn að hringja? Já, aðalfundur er á föstudaginn eftir viku. Ég er búinn að skrifa það á planið. Það er flott. Halló. Já, hæ. Nei, ekki í kvöld, það gengur ekki í kvöld. Já, við erum að fá miðil og svona, ætlum eitthvað aðeins að brasa. Já. Já, ég heyra bara í þér Já, ok, segðu það. Já, bless. Þetta hlýtur að vera hann. Getið aðstoða? Já, góða kvöldið. Gunnar heiti ég. Ég er frændi hennar Erlu. Já, miðillinn. Gattu bæinn. Hengið alveg saman. Ég er búinn að taka til borðinu saman. Takk. Er þetta Gaukurinn? Þetta er bara einhver stráklingur. Ég held að vera gamall kall. Ég er gamall kall. Eða gömul sál þetta heldur. Sælega. Hæ. Gaman að sjá þig. Ég stundur nú ekki hugsanalestur, þú hvíslar bara svo lítið hátt. Ég fá okkur sæti. Já, ég fór yfir stjörnukortin ykkar. Og það er rétt við Erlu, þau boða ekki gott. Sitt í hvoru lagi eru þau fín. En saman, og talnarlega sé að mætti það líka vera betra. Þá grunnum með að Erla hafi við verið búin að athuga talnarliðina, ekki satt? Jú. Og kannski Hannes líka. Ég skil. Ég veit ekki hvort Erla hafi búin að segja þér hvað ég geri. Það sem ég geri, það er inn á sambandi við framliðina og næ tengingu við ykkur bæði. Þannig næ sambandi við ættmenn ykkar, hinum megin. Ef ég næ sambandi við þau, þá vita þau hvað gera skal. Drífum bara í þessu. Jæja, deyfum það ljósinn. Réttið mér sitt hvort vinstri hönd. Þá hönd sem þið muni byrja hringina á ef allt er vel. Ekki láta ykkur bregða þegar ég fer í trans og hvað sem gerist ekki sleppa takinu. Það sem ég er að fara ná sambandi við framliðina forfeður ykkar og þið muni heyra raddir þeirra. Þau eru hluti af vef alheimsins og vita allt. Þau munu tala til ykkar og ég mun ekki muna neitt. Það verður ykkar að taka við boðskapnum. Þögn. Talaðu við mig, 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 hlustaðu, 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 talaðu, hlustaðu, 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 hlustaðu. Halló! Eitt hjá okkur? Dóra, ég var búin að
búin að segja þér að vera með í þetta kvöld? Já, ég var bara svo forvitin og langaði svo að fylgjast með. Og bara, kannski hitta eða eitthvað, veist. Hitta þína? Já, seinast þegar ég fór með Elísabet, þá hitti ég ömmu. Það var æði og merkilega hress. Dóra. Þetta allt í lagi. Hún má alveg vera hér og fylgjast með á meðan hún lætur fara hægt sig. Takk. Við skulum reyna aftur. Ég var mjög nálægt síðast. Það virðist vera eitthvað við þetta hús. Það virðist vera mjög auðvelt að ná sambandi hérna. Já, þetta gamla félagsheimilum þekkt fyrir draugagang. Já, svona fyrir þá sem trú og svoleiðis. Ég hef aldrei séð neitt. Það verðst ekki svona leiðilegur. Við skulum reyna aftur. Hlustaðu. Er þetta truflandi? Ég kom sko með tímarit, ég bara get ekki lesið í þessu myrkri. Dóra, vertu til friðs eða vertu úti? Róleg. Ég kom bara með prjónana, ég held að gefa mér smá tengingu við ömmu. Hún prjónaði sko. Reynum aftur. Það eins gott að sé ekki einhver lélegur brandari. Hvað gerðist? Ég man ekki neitt. Hvar eru þær? Það kom einhver gömul kerling í barkan á þér. Hún sagðist heita Hugrún, Sigrún eða eitthvað svoleiðis. Ammena Erlu. Hún sagði að veri manneskja hérna í herberginu sem myndi koma í veg fyrir að við Erla myndi giftast. Manneskja? Ég? Nei, Dóra. Hún sagði að Dóra hefði haft augastæða með lengi og hún myndi aldrei leyfa okkur að giftast. Þær að ræða þetta núna inn í eldhúsi. Vissir þú eitthvað þetta? Nei, ekki hugmynd. En þetta hefur alltaf verið svona. Kvenfólkið hefur verið eftir mér. Ég hef aldrei skilið það. Nú, svona myndarlegur strákur eins og þú?